Við vinnum með gögn, þá verðum við að huga að því að það getur verið mikil handavinna. Sérstaklega við erum með mikið af reitum sem við erum að vinna með og týpur af þessum reitum séu mismunandi. Og það sem við verðum líka að gera er að staðfesta að þessi gögn séu gild á bakenda. Það er að segja, við tökum einhverju gögnum, þú ert með form, þar sem fólk má skrá sig með því að gefa upp nafn og netfang og þegar við tökum við gögnum þá verður það staðfesta að þau séu gild. Það er að segja nafnið sé eitthvað eins og við skilgrunum að nafnið eigi að líta út. Hvort sem það er strengur sem er stærri með lengd sem er stærri en 0 og netfang sem lítur út eins og netfang. Hvort við notum einhvers konar regular expression eða athugum bara það verður að vera @merki og að minnsta kosti 1 punktur. Og við verðum að staðfesta þetta. Við verðum að staðfesta að gögnum séu gild. Að þau séu eins og við treystum þeim til þess að gera eitthvað með þau síðan í framhaldinu. Og það verður að eiga sér stað. Þetta er eitt af því mikilvægasta sem við lærum í þessum áfanga er það að staðfesta og vinna með gögn á öruggan máta. Af því að það eru til attribute á input og select og textareyja sem er til dæmis required eða type email sem að láta gögnin vera formað á einhvern ákveðinn máta af notendum í gegnum form í Vafra. En það er ekki nóg að nota þetta eða jafnvel eitthvað annað, eitthvað flóknara JavaScript validation á framenda því að það er auðvelt að breyta þessum gögnum annarkvort bara í DevTools í Vafra eða með því að nota bara curl eða álíka tól til þess að senda requestin inn og þá á sér stað engin validation í framenda eða á clientnum heldur verðum við að gera það á bakendanum líka. Það sem við gerum á framendanum getur verið til hægðarauka fyrir notandann. Notandinn sér hérna þú átt að slá inn netfang og það bara gleymist eða innsláttarvilla, það er ekki punktur eða @merki og vafrinn, hvernig sem að vafrinn grípur það, lætur notandann vita, heyrðu, það er beðið um netfang hér. En ef það er einhver sem vill reyna að gera einhvern óskunda, þá verðum við að passa upp á það í bakendanum. Og þá er það þetta að við treystum engu sem kemur frá öðrum. Hvort sem það er í gegnum form, í gegnum vefþjónustur eða bara einhvern stað þar sem við tökum við gögnum, þar sem að notandi getur á einhvern hátt átt við þau, þá treystum við því ekki. Og við ættum ekki almennt séð að smíða okkar eigin staðfestingarföll eða svona validation heldur ættum við að nota einhver library sem að gera það fyrir okkur. Við ætlum að nota validator sem vinnur með strengi og athugar hvort að þessi strengir sem við sendum inn séu á ákveðnu formi sem við skilgreinum og Express validator til þess að tengja þetta við Express í gegnum middleware. Þá getum við sótt body og validation result frá Express validator libraryinu sem að tekur þá við gögnum og það tekur við úr body. Það gerir þá ráð fyrir því að rec.body sé til. Það gerir ráð fyrir því að það setja rec.body.email sem var þá sendt inn í gegnum eitthvað form og það segir þetta á að vera strengur sem á að vera minnstakosti af lengdinni 1 og ef svo er ekki þá er netfang skilyrt. Og síðan aukalega á þetta að vera netfang og ef svo er ekki þá segir við það kemur villa sem netfang er ekki rétt. Og síðan höfum við eitthvað process sem að keyrir í framhaldinu og process er eitthvað fall sem að tekur þá við þessum validation results úr request. Það sem við verum að gera er í raun með því að senda inn í gegnum þetta þá er Express Validator Library að breyta request-litnum og við sjáum ef að validation result af rec sem þá í raun þetta sem við sóttum aukalega finnur breytingar í request sem segir til að einhverja villur hafa á sér stað miðað við þær validation reglur sem við skilgreinum að þá fáum við villurnar í einhvers konar fylki og við athugum í gegnum þetta er sérstakur hlutur sem þetta library skilar okkur það ekki empty þá segjum við eitthvað invalid annars eru gögnin ok og við getum unnið með þau áfram. Annað sem er oft kannski að hópa saman með validation sanitation á gögnum og það er þetta að við erum með gögn sem eru óhrein þau hugsanlega líta rétt út við segjum við viljum fá streng sem af minnstakosti lengdinni 1 og þau líta rétt út, þau koma þannig, þau eru valid þannig séð, en þau eru óhrein á einhvern annan máta. Og
þá hreinsum við þau, sanitæsum þau til þess að breyta þeim úr því að vera dirty yfir að vera sanitized eða clean, og þá er það að passa upp á að þau innihaldi ekki eitthvað sem við viljum ekki. Og þetta getur verið öryggistengt eins og við höfum eftir að sjá með XSS eða cross-site scripting eða fyrir gagnageymslu, og þá getur þetta til dæmis verið við viljum taka við kennitölu en við viljum taka við kennitölu sem er með bandstriki eða ekki, en við viljum alltaf sanitize gögnin í það að hafa kennitöluna án bandstriks, þannig að við séum í raun alltaf að vinna með kennitölu gögnin og sama máta, og til dæmis ef ég skrifa með bandstriki, með bili eða ekki, að það sé ekki þessi tekið við þessu frá notandanum eins og notandinn vill hugsanlega slá þetta inn, en við síðan tökum þetta og vinnum þetta alltaf sem 10 stafa streng. Og gögn geta verið lögleg en samt óhrein, til dæmis eins og XSS eða það að geta sett inn beint einhvern HTML streng er löglegt nafn ef við segjum að nafnið er bara ekki vera tómt, en við viljum samt sanitæsa þetta yfir í það að sé ekkert HTML í strengnum, og þá þurfum við sem erum að búa til formið passa upp á þetta, ekki bara upp á það að við fáum bara einhver svona skrítin gögn eða einhver svona óhreinleika í gögnin sem getur valdið vandræðum þegar við förum að vinna einhverja svona gagnaanalýseru á gögnin ef við erum að taka við á þess áttar, eða við erum með einhverju skráningu, að það sé hreinlega ekki verið að gera eitthvað sem á ekki verið hægt eða geti hugsanlega kompromæsað og valdið því að einhver geti eyðilagt gagnasafnið okkar. Og þetta er þess að dæmi HTML injection sem getur leitt til XSS hólu á vefnum okkar. Og Validator hefur sanitation föll, en það er sérstaklega tekið fram þar að það er ekki XSS hreinsun og við þurfum annan pakka í það sem við munum skoða nánar í þegar við förum yfir öryggi. Þannig að þá er við getum tekið sanitize á name eftir að við erum búin að validata gögnin, og við getum sagt að við viljum name sé trim sem er þá að passa upp á að það sé ekkert auka white space fyrir framan eða aftan strenginn, og svo er escape sem þýðir þá að við breytum HTML yfir í ekki HTML. E-mail, þá getum við kallað því normalize e-mail, svo er til fall sem heitir blacklist og þá getum við sagt eins og fyrir kennitölu að við viljum fjarlægja bandstrik úr því, og síðan getum við sendt þetta áfram í þá prósessfallið okkar. Og við skoðum dæmi þetta, þá getum við byrjað á því að skoða dæmi þar sem við erum ekki að nota neitt library, heldur sjálf að vinna með þetta, og þá erum við með eitthvað form og það hefur þetta required, type email og type eitthvað ákveðið pattern sem lítur út eins og kennitala, en síðan fáum við þetta tilbaka og þá ætlum við bara svona, og þá getur þetta verið í raun þessi handavinna. Það getur verið if name ekki tómt, nafn má ekki vera tómt, if email og email index of @ netfang má ekki vera tómt, og að testa þetta samkvæmt einhverju. Og getur við verið með margar if setningar, og jafnvel viljum við vera nákvæmari í því að athuga hvort einhver gögn sé á einhverju formi sem við erum sátt við. Og síðan ef við gerum ráð fyrir þetta sé nægjanleg validation, þá sendum við ef það eru villir í gögnunum á notandann það að það séu gögn sem eru vitlaus. Þannig ef við keyrum þetta og við opnum og við sjáum ef við keyrum þetta þá tekur vafrinn við og segir nafn, please fill out this field. Ég segi ok, þá kemur please fill out this field, send, please enter an email address, og við erum ennþá at example.org, sendum, matcha requested format. Nú fer ég bara gerir inspect, og ég bara segi type text, og ég bara fjarlægi þetta, og ég fjarlægi bara required, og nú get ég sendt þetta, og þá segi ég kennitala má ekki vera tóm og verður að vera 10 tölustafir, og þá er þetta serverinn að taka við og lenda á þessu casei til þess að senda áfram á notandann. En þetta er í rauninni ekki eins og við viljum gera, því þetta er í rauninni bara óhandhægt að vera smíðið allt frá grunni sjálf. Þannig ef við kerum hitt dæmið sem notar Express Validator og þar með Validator.js, þá höfum við sama formið, og höfum við í raun annað sem er í raun þetta að þó að við höfum sendt inn vitlaus gögn þá fengum við aftur gögnin hér, og það þurfum við að gera sérstaklega. Þannig erum við í raun að senda þau áfram eftir að þau voru athuguð. Þannig að það var mjög leiðilegt að við kennitala má ekki vera tóm og það er búið að hreinsa út alla reitina. En allavega, þannig að við erum með app post, og þá fáum við validation,
og þá fáum við, hérna getum við í raun smíðað þetta á aðeins nánari máta, nafn verður að vera ekki tómt, netfang má ekki vera tómt, netfang verður að vera gilt netfang, kennitala má vera tóm, kennitala verður að vera á forminu og það kemur þá aðeins til ef að kennitalan var ekki tóm. Síðan erum við hérna með millibils ástand í þessu, við sjáum við erum með post hérna og við erum að setja mörg middleware í svarið okkar. Hérna erum við með middleware í miðjunni, eða svona í miðjunni eftir validationið sem að sér aðeins það að prenta út villur ef það voru einhverja villur. Og ef það voru villur þá hættum við og förum ekki áfram. Það er að segja, ef það eru validation villur þá ekki einu sinni farið í næsta skref. En ef það er farið í næsta skref þá í raun þessi gögn sanitæsuð, þess að neymið er trimmað, e-mailið er normaliserað og fjarlægt bandstrik úr kennitölunni. Síðan birtum við gögnin sem að komi til og þá búið að sanitæsa þau. Þannig ef við keyrum þetta aftur hérna og segjum hérna ASTF, bil, netfang, ASTF at example.org 123 0 og getur sagt bandstrik hérna, þetta sjáum við það getur verið erfitt að lesa út þegar komið 10 stafastrengi. Nú sendum við þetta og þá sjáum við skráning móttekin hérna og þetta var hérna og sjáum það ekkert auka bil hérna, það ekkert bandstrik hérna og ef við förum aftur hérna og við reynum að gera eitthvað sem ólöglegt, x, kennitala 1 og við fjarlægjum þetta úr forminu bara hérna og sama hér, fjarlægjum að þetta að vera e-mail, það getur lefst að vera required, eitthvað svona, sendum, já gerum þetta líka ekki required, svona, sendum formið, þá fáum við tilbaka þetta hérna og hér stoppuðum við í miðjunni hérna áður en við fórum í að sanitæsa gögnin.